Æfinir, við erum á smá yfirferð í dag, góðu veðri og stoppum fyrir gangandi vegfaranda eins og kurteisir ökumenn gera og leyfa honum að labba klakklaust yfir götuna eins og kurteisir ökumenn gera vegna þess að við erum kurteisir ökumenn og virðum umferðarreglur að því við erum kurteist fólk sem kunnum okkar fag og vitum hvað þarf til þess að búa til gott samfélag. Og gott samfélag verður til ef við leyfum reglunum að vinna fyrir okkur og með okkur. Allir svona þokkalega þenkjandi menn, þeir gera þetta nú. En það eru ekki allir sem kannski eru inn á þeirri línu því að það er svo mikið óþolinmæði til í kringum okkur. En við erum ekki þetta óþolinmæða fólk, heldur erum með báðar fætur á jörðinni, hvort sem við erum í akstri eða einhvers staðar annars staðar. Þegar við erum úti að aka, þá erum við með þetta allt saman uppi og vegna þess að við viljum að aðrir líti til okkar með einhverju sem heitir virðingu. En þá þurfum við líka að vera fólki sem gerum reglurnar og við virðum reglurnar og viðurkennum að þær séu fyrir okkur, ekki rétt? Þær eru ekki bara fyrir hina, þær eru líka fyrir okkur. Og þetta er eitt af því sem við lærum að virða og gera, vera í og skilja af hverju. Það er svo sem ekkert erfitt að skilja þetta, það er kannski erfitt að fara eftir þessu vegna þess að við erum stundum að flýta okkur aðeins svo mikið og þá missum við á svo mörgu og við stoppum hér á rauðu ljósi og tvær konur með vagna að fara yfir. Og við sýnum þeim allan skilning að sjálfsögðu. Fólkið sem gengur, það hefur sinn rétt eins og við hinn sem erum akandi. Hvort er betra, ég veit það ekki. Fer eftir bara hvernig þú lítur á málið. Þú mátt ganga og þú mátt líka vera akandi. Þess vegna eru nú allar þessar götur í Reykjavík að þú mátt vera akandi. Og það er alltaf verið þeim er alltaf að fjölga bílunum og er svo komið að svona álagspunktarnir hér í borginni að þeir eiginlega haldi ekki lengur. En þetta gengur nú samt ekkert neitt illa fyrir sig, þetta tekur aðeins lengri tíma en við viljum. En það er svona mennur orðin ýmsu vanir og taka þessu með æðruleysi eins og mörgu öðru í lífinu sem að snýr að þeim því að við þurfum að vera til fyrirmyndar, ekki? Og við þurfum þess. Af hverju þurfum við að vera til fyrirmyndar? Vegna þess að við tilheyrum sum af okkur Kristi, Jesú. Og ef einhver var mér til fyrirmyndar, þá var það nú bara Kristus sjálfur. Það er ekki rétt. Ég finn engan betri en Krist ef ég vil eignast fyrirmynd. Er þetta að finna eitthvað betra heldur en óaðfinnanlegan mann? Já, ég spyr. Ég finn engan betri. En ég finn hann. Eftir að hann fann mig, þá fann ég hann. Og hann gaf mér orð sem ég les á hverjum degi, stúdera á hverjum degi og finn mig í á hverjum degi. Þess vegna stoppar maður á gangbraut þar sem fólk er að fara yfir, hvort sem það er með barnavagn eða ekki, og leyfir því að ganga yfir klakklaust. Já, eins og við vorum að tala áðan, þá hefur það líka sinn rétt. En við höfum líka rétt, það skulum við muna.
við höfum líka okkar rétt. Og við sýnum öðrum tillit og við viljum að sjálfsögðu líka að okkur sé sýnt tillit. Og svo sem oft gert og allavega ég þarf nú ekki að vera kvartandi af því svo mikið að það sé ekki gert. En maður reynir að svara í sömu mynd og reynir svona að gefa tóninn hvað þetta varðar sem að þú gerir líka, eða ekki? Þú ert upptekinn við það, ég sé það á þér. Þá erum við bara komin í nokkuð góð mál því að ef fleiri gera þetta, veistu hvað gerist? Samfélagið okkar verður betra. Borgarsamfélagið mitt og okkar verður betra af því að ég og þú erum byrjað að sýna öðrum tillit. Og við ætlum ekki að láta staðanum í hér. Við ætlum að vaxa í þessu. Því við viljum að það góða sem komið á, það ekki bara haldist gott, heldur verði á fleiri stöðum. Og þá verðum við ofsalega glaðar manneskjur og segjum að hér gott að búa og gefum hvoru öðru olnbogaskot, ekki mjög fast, á fyrir að skæla kannski, við viljum það ekki. Þannig að þetta allt í hófi. Þetta allt gert í hófi. Af því við erum svona hófsamt fólk, þá líka vegnar okkur bara nokkuð vel. Og hófsamur betri en ofstækisfullur, ekki rétt? Og einhvern veginn vinnur hann alltaf. Það svo merkilegt með hann hófsama, hann vinnur alltaf. Þessi með hörðuskoðanirnar, honum alltaf ýtt út. En svo kemur herra og frú hógvær, þú og ég. Og við siglum í gegnum þetta allt saman bara klakklaust. Vegna þess að þegar við erum ekkert að mæða neitt, þó einhver að mæða okkur? Ég held ekki. En það alltaf betra, hvort sem ég eða þú, að vera svolítið hógvært fólk. Því að þá, eins og við vorum að tala gerum við borgina okkar betri og við segjum oftar hana, eða bæjarfélagið okkar, já, hér nú bara nokkuð gott að vera, ég bara hveti til þess að vera hérna með mér. Þetta ekki neitt bara einu sinni og svo búið, þetta bara endalaust verkefni. Og svo viðfemt að því lýkur raun aldrei. Það alltaf í gangi. Vegna þess að lífið heldur áfram og þú gerir ekki bara einu sinni eitthvað gott og svo punktur á eftir, nei, þú gerir það alltaf. Og hver svo sem veit ekki þetta og hver svo sem hefur ekki aðeins hlaupið á sig, verið smá pirraður, það kemur fyrir besta fólk. En besta fólk gott fólk af því að það getur lært. Og það sér að sér og bætir betur og lætur áfram gott að sér leiða, stoppar á gangbraut til þess að leipa fólk yfir og ekki bara einskorðað við einhvern einn tiltekinn, þetta bara hvern sem því að sá sem gerir slíkt, veistu hvað hann er? Hann fer ekki manngreinar álit. Og það eitt af því sem að þér alveg gjörsamlega meinilla við, ég sé það líka á þér. Og þú þekkir öll skil á því hvað það nú vont að vera með manngreinar álit. Og þú vilt ekki að það hendi þig og þú þarft ekkert að láta það henda þig.
og bara deyrði. Er það hægt? Já, það er alveg hægt. Veistu af hverju það er hægt? Af því að Kristus segir að við eigum ekki að gera það og það sem Kristus segir hann vegna þess að bæði ég og þú við getum breytt með þeim hætti. En gerum við það? Já, mörg okkar gerum það nú, en kannski ekki allir. Þó allir gerir það ekki, þó get ég samt gert það og gert það áfram. Og það er eitt af því sem ég vil venja mig á. Og ég sé það líka á þér að þú vilt gera slíkt hið sama vegna þess að þú vilt að þér líði vel og veist að ef þú sýnir af þér góða breytni þá er aldrei að vita nema að aðrir gerir slíkt hið sama. Og hér er óveruleg stífla á ferðinni þegar ég er komin í einhverju svakalegar vegavinnuframkvæmdir sem ég veit ekki alveg hvernig ég leys úr. Það eru gulir, fallegir Scania bílar og tveir með sturtuvagn eða pallin uppi í hæstu stöðu. Nú var hann að slaka nú niður. En þetta er eitthvað sem er verið að gera til þess að laga akbrautirnar okkar sem við gjörsamlega elskum og keyrum eftir á hverjum degi og gerum með stæl og erum svo þakklátt fyrir þegar búið er að verkinu þó við séum kannski ekki alveg með okkar fallegasta bros þegar þetta er allt saman að ganga yfir. En þetta er bara eitt af því sem tilheyrir að fá betra. Þá verðum við að þola smávegis tafir og við höfum verið að tala tillitssemi og ef við þurfum ekki að sýna tillitssemi og þolinmæði hér, hvar þá? Spyr sá sem ekki veit. Ég sé að það er einn hérna fyrir aftan mig, hann er nú að snúa við, hann nennir ekki að bíða. Og kannski nenni ég því ekki heldur, ég ætti nú kannski bara að snúa við. Jú, ég held ég snúi bara við líka. Aldrei nenni að vera að bíða svona maður. Þetta er náttúrulega bara frek ef ekkert annað. Vera að vinna þegar maður er á ferðinni. Það er svoleiðis, Svona gerði Ragnar Reykjás, hann bara snerist eftir vindinum. En við erum ekki þannig. En það vorum við bara að djóka. Ég veit að þú tókst þetta alvarlega, en við vorum bara að djóka. Og þá erum við konur í hináttina. Alveg galvösk, gátum ekki alveg klárað dæmið, þá bara kláruðum við það seinna. Það er nefnilega málið, það kemur dagur eftir þennan dag, ég veit ekki hvort þú vissir það, en það kemur nefnilega dagur eftir þennan dag. Og þegar ég kem hérna næst, ég á eftir að koma hérna oft, veistu hvar ég var? Nei, þú vissir það ekki. En ég var að komast að Smárakirkju og ég kem nú þangað oft. Og Smárakirkja er í Sporhömrum, númer 3. Og þar ætlar þú að mæta á sunnudögum eftirleiðis og vera með okkur í að lofa Drottinn til þess að við getum saman farið að tileinka okkur orðin hans og orðið þessar þolinmóðu manneskjur sem að tökum öllu með æðruleysi. Og meira að segja, það eru heilu vegavinnuflokkur með fullt af gulum, stórum vörubílum, stífli vegina til beggja átta og rekja okkur í hin áttina. Það er nú ekki rétt að þeir voru nú ekkert að reka okkur, en við ákváðum að snúa við. Við urðum með öðrum orðum uppgefinni að bráð. En hana þekkjum við nú bara mjög vel eða ekki. Við erum alltaf að gefast upp. En gerum það nú samt æ sjaldnar eftir að Kristur varð okkar veruleiki. Á er nú seiglan orðin svolítið meira en var þegar að mátti ekkert við okkur segja að það voru farin, bara takk. Tökum ekki þátt í þessu lengur sögðu við og fórum.
Það er ekki alveg svo slæmt ennþá. Við erum með þolinmóðari fólki í dag og við sýndum það þegar við mættum þessum gulu vegavinnu bílum að við erum bara nokkuð keik á því. Þó við breytumst í Ragnar Reykjás sem að þið muni að skipta skoðun bara eins oft og hann vildi. Bara að tala gegn því sem hann áður mærði og heillaðist af. Fór svona eftir í hvernig lág á honum. Þá erum við nú stundum þetta fólk og vinnum með það alveg eins og við viljum. En hér erum við á ljósum og þú elskar að vera rauðu ljósi, ég sé það á þau líka. Og við erum að bíða eftir bílum eða eftir gulu grænu ljósi. Ég segja það að einhvers staðar í einhver landshluta þá fari menn bara yfir á því ljósi sem þeim finnst fallegast. Mér finnst það rautt ljóst fallegt, en að því vorum að minna okkur á reglurnar áðan, þá getum við ekki farið yfir á rauðu ljósi. Þó mér finnst það fallegasti liturinn af þessum ljósum, þá getur maður nú víst ekki leyft sér að fara á rauðu, en við megum fara yfir á grænu og við stoppum ekki á grænu, við förum yfir á grænum. Ef við viljum snúa oss öll á haus og gera bara eins og við viljum sjálf, þá gætum við stoppað á grænu, af því við erum bara okkar eigin herrar, en þá kemur einhver hvítur bíll að þér og hann flautar eins og hann í lífið að leysa. Þú ert ekki alveg að skilja þetta, það er svo voðaleg frekjaritt í manninu. En svo allt í náttúrulega á því, jó, heyrðu, nú skil ég að þjá. Það er hérna vegna þess að ég er í umferðinni. Þá má ég vist ekki gera hvað sem ég vill. Og þú spýtir í, gefur allt í botn og ef þú ert á kraftmiklum bíl eins og sumir eru, þá heyrist ískurljóð, þú kannast við það. En yfir ertu komin á augabragði og ert bara nokkur hress með það sem þú varst að gera. Svo allt er þetta nú í rétta átt hjá okkur. Við erum hér á einu stað í bænum, það er svakalega flott veður og alveg svakalega mikil umferð. Og ég veit það ekki, allir Ísland sé ekki orðið bara land bílana, það gæti ég trúað. Það eru nú ekki margir einstaklingar sem eiga ekki bíl í dag, en þeir eru samt til, þetta eru svona undanvillingar smá, ekki vera fólk. En þetta er einhvern veginn þannig uppbyggt hjá okkur að bíllinn er eiginlega orðinn bara nauðsynlegur. Þó held ég nú reyndar að snjallsímaeignin sé nú meiri. Segir mér það að snjallsíminn er ennþá nauðsynlegri heldur bíllinn. Og snjallsíminn er þannig, hann er með lími sem þú límir við þig og hann bara fylgir þér hvert þú ferð. Þetta er æðislegt tæki, snjallsíminn. Kannski eru menn orðnir of háðir honum. En ætli það sé ekki bara gamaldags viðhorf, ég veist það. Hvaða maður með mönnum á ekki snjallsíma. Er horfandi á hann meira en í kringu sig. Og sumir eru með þetta þannig að þeir eru að leiðbeina þeim milli húsa og þeir ganga með hann fyrir fram að sig í annarri hendi, þetta er svo lítið. Og svo beygja þetta til vinstri og svo til hægri, eftir í hvað síminn segir. Og veitu menn, allt í einu eru þeir fyrir framan húsið sem þeir hefðu aldrei ratað til nema að spyrja einn og annan hvar þetta hús væri til húsa, en snjallsíminn bjargaði. Enn og aftur fáum við staðfesting á því
hvað snjallsíminn er rosalega flott tæki. Hann er svo flottur. Já, að við eigum ekki orð yfir það. En það er líka margt flott og flottara. Og það sem er flottast og öllu flottu, veistu hvað það er? Það er Jesú Kristur og kirkjan og söfnuðirnir og allt það sem Kristur gerir. Það er flottast og öllu flottu. En ég veit að það er ekki allir sammála þessu. En ég veit líka að það eru margir sammála þessu. Þannig að við erum líka ofboðslega glöð með það hvað margir eru sammála þessu. Og að því að við erum þetta kristna fólk og eigum það sem hann gaf okkur, þá erum við rosalega prúð og stillt. Við erum svo prúð og stillt að meira að segja látum við svo lítið að stoppa á gangbraut til að hleypa fólk yfir. Og verðum ekki arfa vitlaus þó við mætum heilum vegavinnuflokki sem dirfist að hefta för okkar. En þetta er allt saman á rétt átt hjá okkur, sko. Og við ætlum að vaxa í þessu og svo segjum við bara oftar, það er gott að búa hér. Það er alltaf fleira og fleira að taka undir það að hér sé gott að búa. Af því að við tókum okkur taki. Við hlaupum ekki eftir hinum, heldur vissum hvernig við áttum að gera þetta og gerðum það. Það er svo gaman. Það er svo gefandi og það er svo gott. Svo þegar þetta er allt saman farið á besta veg, þá er umferðin ekkert mál. Maður sér enga S-beygju meistara taka fram úr að þeir eru að flýta sig svo mikið. Heldur er þetta allt saman bara salírólegt og gjörsamlega agað að við fyrir 10 árum eftir að þetta hefur gerst, segjum það, hefðum aldrei trúað að þetta myndi gerast. Allt vegna þess að ég og þú byrjuðum að vera svolítið svona, já, hvað segir við, kurteist fólk eftir að við settumstum í bílinn. Gefum okkur allan þann tíma sem að aksturinn þarf og komumst hvað, heilir heim. Að við brá okkur smá þegar að kötturinn hljóp fyrir bílinn okkar. En við vorum rólega, hann var ekki svartur. Hann var einhvern veginn öðruvísi litur, þannig að við vorum, það skeldi okkur ekki meira en það. En hefði hann verið svartur, þá hefðum við nú kannski hugsað okkur kannski 3 sinnum. Þannig að það er alls staðar ljós í öllu myrkri. Og við erum búin að sjá nokkur ljós í þessari ferð. Við ætluðum nú að fara aðeins lengra. En að því að þarna vegavinnuflokkurinn stoppaði mig, að þá hættum við að fara aðeins lengra og snerum við. Já, og erum bara komin á þekktar slóðir. Og hvaða slóðir eru það? Ætli sé ekki bara heimaslóðirnar, ég gæti trúa því. Það er aldrei að vita nema þetta séu bara heimaslóðirnar sem við erum komin á. En eitt er gott við þetta, ég var að segja það er alltaf eitthvað ljós einhvers staðar, sko. Næst ég fer hina leiðina sem ég var að snúa við á. Hvað haldið þið? Að ég keyri ekki alveg svoleiðis á rennisléttum sjó. Og á malbikuðum vegi. Við sjáum, þetta er allt til bóta.
Og þetta er allt saman á réttum stað vegna þess að við erum á réttum stað sjálf með hvað? Okkur sjálf. Okkur sjálf, kæru vinir. Og hér erum við komin í alla bílamerðina og húsið sem daginn, eða bara í gær, fékk þessu svakalega flottu trjáklippingu. Og það er nefnilega heima hjá mér. Þú vissir það ekki. Nú veistu það. Og nú ætla ég að drepa á bílnum. Veit ekki hvort þú heyrir það, en ég ætla samt að drepa á honum. Og þá ætla ég að kveðja. Við gerum kannski meira af þessu. Það er aldrei að vita.